Nú ætlum við að halda áfram að skoða líkindi og við ætlum að sjá hvernig við notum líkindatré til þess að reikna líkur. Þegar við köstum upp 2 krónum, hver eru þá líkurnar á að fá og svo eru 3 dæmi. Hér skiptir engu máli hvort við köstum fyrst upp annar og svo upp hinni eða báðum í einu. Þetta er nákvæmlega eins. Það sem við þurfum að velta fyrir okkur hér er hvað þetta eru margir atburðir. Þetta eru 2 krónur, þess vegna eru þetta 2 atburðir. Og við byrjum á, þegar við teiknum líkindatré, þá byrjum við á fyrri atburðinum. Þá gerum við svona punkt. Þetta er staðurinn þar sem við byrjum. Og þá veltum við fyrir okkur hvað eru margir möguleikar sem geta komið út. Við getum fengið upp þorskinn, við getum fengið upp skjaldarmerkið. 2 möguleikar. Og við skulum hafa bara þ hér, einhvers konar, og S hér. Til þess að vita hvað er hvað. Og hver eru líkurnar á að koma upp þorskur? Jú, það er 1 hlið af 2 er með þorski og 1 hlið af 2 er með skjaldarmerki. Nú þegar við erum búin að kasta upp einu sinni, þá annað hvort kom upp þorskurinn, þá erum við hér, eða það kom upp skjaldarmerkið. Svo kastum við aftur. Þess vegna þurfum við að teikna aftur eins tré hérna fyrir neðan. Og þá getur aftur komið þorskur, skjaldarmerki, þorskur, skjaldarmerki. Og hver eru líkurnar á hverjum atburði fyrir sig? Jú, það er aftur hálfur, því það hefur engin áhrif á seinni krónuna hvað kom út á fyrri. Þetta er alltaf hálfur, alveg sama hvað. Þannig að leiðin sem við förum, ef við fáum fyrst þorsk og svo aftur þorsk, þetta er eina leiðin því að hér er skjaldarmerki, þorskur, skjaldarmerki, skjaldarmerki, þorskur, skjaldarmerki, þorskur, þorskur, það er bara hér. Og þá, af því að við erum að fá þetta og þetta, þá gerum við líkurnar á því fyrra gerist sem eru hálfur, sinnum hálfur. Og eins og þið munið í almennu brotunum þegar við margföldu saman brot á margföldu saman efri línuna og svo neðri línuna, líkurnar á það þetta komi 1/4. Hver eru líkurnar á að komi 2 eins hliðar? Þá þurfum við vorum búin að finna út að þorskur er 1 möguleiki á því, en er annar? Jú, það er skjaldarmerki, skjaldarmerki. Þá er það þetta eða þetta. Með öðrum orðum, nú ætlum ég að skrifa þetta aðeins öðruvísi, það er þorskur eða, nei, nú gerði ég vilsu, þorskur og þorskur eða skjaldarmerki og skjaldarmerki. Líkurnar á að fá þorsk eru hálfur og hálfur, að fá skjaldarmerki er líka hálfur. Hvað tákn setjum við í staðinn fyrir og eða? Við setjum nefnilega sinnum fyrir og plús fyrir eða. Svona regnum við þetta. Út úr þessu kemur 1/4 plús 1/4 sem eru 2/4 sem eru hálfur. Styttum almenna broti með 2. Ef að þið náið að læra að og þýðir sinnum og eða þýðir plús, þá er þetta miklu auðveldara. 2 ólíkar hliðar, það þýðir að það komi fyrst þorskur og svo skjaldarmerki eða skjaldarmerki og svo þorskur. Og þá er þetta þetta og þetta eða þetta og þetta. Og það er eins í raun og veru hálfur sinnum hálfur plús hálfur sinnum hálfur sem gefur okkur aftur 4 plús 1/4 jaft og 2/4 sem styttist út í að vera hálfur. Það eru sem sagt í annað hvort fáum við 2 einsliðar eða 2 ólíkar hliðar og það er þannig í líkindareikningi að þegar við leggjum saman möguleikana, það er annað hvort þetta eða þetta, það er engin annar möguleiki og þá eigum við þegar við leggjum það saman, þá eigum við að fá 1 heilan því það er líkurnar á því að hluturinn gerist. Þess að það er líkurnar á að þetta gerist og þetta gerist ekki, þá gerist þetta. Við þurfum líka að velta fyrir okkur möguleikum. Hvað eru margar mögulegar samsetningar og 3 rétta máltíð og veitingastað með 2 forréttum, 4 aðalréttum og 3 eftirréttum?
Hérna skiptir engu máli hverjir forréttirnir eru og hverjir aðalréttirnir eru og hverjir eftirréttirnir eru. Við þurfum bara að velta tölunum fyrir okkur. Því að það sem við gerum það eru 2 forréttir. Við erum kannski blýant í þetta. 2 forréttir, það eru 4 aðalréttir og 3 eftirréttir. Þegar við erum að velta fyrir okkur mögulegum samsetningum, þá margföldum við bara þessar 3 tölur saman. 2 x 4 eru 8, 8 x 3 eru 24. Það eru 24 möguleikar. En við erum búin að velja ís í eftirrétt, þannig að ís hafi verið einn af þessum 3 eftirréttum. Þá þetta ís, og það bara einn ísréttur, sinnum 4 aðalréttir sinnum 2 forréttir. Það eru 8 möguleikar. Þið sjáu hvað það dettur mikið niður þegar við festum einn möguleikan. En þetta ekkert flóknara. Bara hvað þetta margir möguleikar og margfalda það saman. Það var ekki flóknara. En þá svo lokið.